Halló! Í dag ætla ég að deila með ykkur mínum uppáhaldsvörum þessar mundir og svona síðustu 1, 2, 3, 4, ég veit ekki, mánuði. En ég ætla að henda mér í þetta. Byrjum á snyrtivörum því að það er svona alltaf það skemmtilegasta held ég. Ok, ég ætla að byrja á farðanum sem ég er búin að nota langmest síðustu mánuði og það er NARS Sheer Glow í litnum Gobi sem passar mér fullkomlega. Ég er með hann á húðinni núna og ég elska eiginlega bara allt við hennar farða. Hann er rosalega fallegur á húðinni, hann myndast vel, hann er þægilegur, hann er ekki of þungur en hann þekur samt alveg ágætlega, hann er með góð svona demi-matt áferð sem er svona hvorki glowy né mött. Já, þetta er farðinn sem ég nota langmest í kittinu mínu, ég á hann í fleiri litum en ég finnst það bara æðislegur. Hann líka endist rosalega vel á húðinni og mælir rosalega mikið með honum. Ég kaupi hann í Sephora en ég hef líka pantað hann af kissandmakeupny.com eða vil ég kaupa ykkur NARS vörur og láta senda til Íslands. Þannig að já, NARS Sheer Glow, love it. Næsta uppáhald er ég búin að eiga kannski svona 5 mánuði núna og síðan ég fekk þetta púður þá hef ég bara ekki notað neitt annað. Þetta er bara langt besta púðrið sem ég hef á ævinn prófað. Þetta er þetta hér. Þetta er Laura Mercier Loose Setting Powder í litnum Translucent. Það er eiginlega alveg glært eins og nafnið segir en sum svona púður sem eiga að vera glær gefa samt alltaf svona hvíta filmu eða eitthvað svoleiðis en þetta gerir það ekki. Þetta setur allt bara fullkomlega og það helst á allan daginn og það bara heldur andlitinu í góðu allan daginn og ef ég nota þetta yfir heiljarann minn þá krísast hann ekki. Kemur ás. Sjáu það hérna. Allana, þetta er besta púður sem ég hef notað og prófað og ég mun örugglega aldrei hætta að nota það því að það er æðislegt. Það er líka hægt að panta það af kissandmakeupny.com ef þið viljið tjekka á því. Annars er það líka í Sephora og svoleiðis. Næst eru 2 highlighterar. Þið vitið að ég elska gott highlight. Það sem ég ætla að tala um núna eru 2 blautir highlighterar. Ég held ég hafi talað um þennan áður. Þetta er uppáhaldsblauti highlighter minn. Þetta er frá Becca Shimmering Skin Perfector í litnum Opal. Þessi er að vera búinn. Þetta er svona testertúba sem er samt alveg ágætlega stór en ég er að vera búinn með hann og ég er mjög sorgmædd því að ég þarf eiginlega að kaupa mér strax aðra. Þessi er bara rosalega fallegur litur sem hentar langt flestum en síðan er ég líka með þetta hérna. Þetta er Gerard BB Plus Illumination sem er frá Gerard Cosmetics eins og ég var að segja. En hérna, þessi er aðeins svona meiri bronsi, svona aðeins giltari og hann er rosalega fallegur líka. Þeir gefa bara báðir ótrúlega fallegt glow. Það er þetta að blanda þeim við farðan en mér finnst það eiginlega bara langfallegast að bara smá á kinnbeinin og niður nefið og svona þar sem ég vil vera highlightuð. Ég reyndar er svo mikið highlight frí. Yfirleitt þegar ég nota það þá set ég þessa undir og síðan set ég púður highlight yfir þannig að það sé bara in your face. En ég elska það báða. Ég elska þennan aðeins meira en þessi hérna er bara rétt á eftir. Næst er það paletta. Það er paletta frá Anastasia Beverly Hills. Ég á orðið 4 palettur frá Anastasia og þær eru allar æðislegar en þessi bara is out of this world. En þetta er World Traveler palettan. Hún lítur svona út. Þessir hér 3 eru þeir, þessir hér 3 eru þeir sem ég nota langt mest. Það eru Soft Peach Morocco og Fudge. Morocco og Fudge eru bara bestu svona brúnu litir bara í heiminum. Síðan er nokkuð augljóst að ég nota hann hérna svolítið mikið en hann er bara klikkaður. Svarti liturinn er fáránlega svartur og góður og blái liturinn er dásamlegur, fjólublái liturinn. Þetta er bara svo góð paletta. Allir litirnir eru rosalega góðir og það er hægt að gera trilljón lúk með þessari palettu. Ég er ekki viss hún sé ennþá til. Ég geti kannski ennþá keypt hana einhvers staðar. Það geti líka örugglega keypt hana á eBay og svona ef þið virkilega vilja hana. En það er alltaf hægt að kaupa. En það gæti alveg verið hægt að finna hana einhvers staðar, annars er hægt að kaupa alla augnskugana Staka. Þannig ég mæli klárlega með því að kaupa Morocco, Fudge og Pink Champagne. Næst er önnur paletta en þessi er frá Morphe. Þetta er paletta sem ég átti aldrei vona á að ég myndi elska en þetta er sem sagt kontorpalettan. Ég nota þennan hérna bara á hverjum einasta degi, allavega í hvert einasta skipti sem ég mála mig núna. Ég byrja að fíla rosa mikið að skyggja með kinnbeinin og ég nota þetta eiginlega alltaf og hann er bara fáránlega góður. Hann er mjög kaldur, mjög pigmentaður, be careful you guys. En ég nota hennan hérna líka stundum en bara mjög góð paletta og hún kostar ekki mikið og hún mun, ég mun örugglega aldrei ná á botninn á þessum
Jú, kannski mun ég, af því ég nota hann svo mikið. En venjulega manneskja ætti ekki að fara í gegnum hann. Ég elska hana, mér finnst hún dásamleg. Ég fíla hana betur en Anastasia palettuna. Já, ég sagði það. Ég er með 3 busta sem ég er búin að vera að elska upp á síðkastið. Ég er með einn hérna frá Sigma, þetta er E15 Flat Definer sem er fullkomnun til að gera augabrúnirnar skarpari og hreinsa upp og hreinsa í kringum varir og allt svoleiðis. Hann er æðislegur, ég mæli rosalega mikið með honum. En síðan er ég með 2 busta frá Morphe. Fyrst er það E38 sem er svona boginn eyeliner busti með mjög mjóum og ótrúlegt en satt. Þá er ég búin að vera að gera eyeliner svolítið upp á síðkasti og þessi busti er bara búin að gera það 1000 sinnum auðveldara. Hann nær allstaðar og út af því hvernig hann er svona boginn þá bara er þetta svo rosa auðvelt og svo bara og svo. Ég nota hann ekki á aðra, mér finnst hann ekki endilega eitthvað þægilegur þá, en þegar ég gerir sjálf á mig þá bara gera hann þetta 1000 sinnum auðveldara. Og næsti er líka frá Morphe og það er þessi hér. Þetta er M504, þetta er bara svona mega fluffy blöndunabusti. Hann er hrikalega mjúkur og kemur að svona smá odd. Þannig hann fittar vel í krísið en blandar líka í kring. Ótrúlega góður og hann er svona hægt og rólega að taka yfir E35 í bustasafninu mínu. Eins og ég sagði þá er ég búin að vera að gera eyeliner eitthvað upp á síðkastið og ég er búin að vera að nota Morphe gellinerinn í litnum slate sem er svartur og þetta er bara virkilega góður eyeliner. Hann er kremar eins og Black Track frá MAC en svartari, af því að Black Track er ekkert svakalega svartur og hann endist rosalega lengi og hann er bara virkilega góður. Mjög þægilegur og auðveldur í notkun. Mæli klálega með honum. Maskari. Ég er, eins og þið vitið, rosalega hrifin af Grandiose maskaran frá Lancôme. En mér langaði að prófa eitthvað nýtt. Þannig ég prófaði hennan hér. Þetta er Lash Sensational frá Maybelline. Bustin er svona. Og mér finnst hann bara virkilega góður. Hann klessir augnhárin ekki mikið, bara smá. Bara eins mikið og ég vil eiginlega. Hann lengir rosa vel og hann heldur, finnst mér, krullunni rosalega lengi. Því ég er búin að krulla mér augnhárin, þá haldast þau uppi eiginlega allan daginn. Sem að ekki allir maskarar gera hjá mér. Hann er vel svartur og endist vel. Þannig að ég mun örugglega kaupa mér hann aftur í staðinn fyrir að fara í Grandiose því hann er alveg slatta mikið ódýrari. Ok, síðasta make-up varan er varalitur, þessi hér. Þetta er tæknilega séð fljótandi varalitur. Þetta er Ghoulish frá LA Splash sem er svona greys litur. Ásar að tróða sér hérna, ég rættum hún hrendi ljósinni niður. En já, þetta er svona greys litur sem að þýðir að hann er svona nude með gráu í og hann er bara virkilega flottur. Ég elska ásetjaran sem er á LA Splash litunum. Hann endist fáránlega vel á vörunum. Ég bara elska hann lit. Mér finnst hann bæði flottur ef ég er með kannski Stone frá MAC undir. Þá er ég meira fórt í gráa. En ef ég nota til mér Natural frá LA Girl sem er meira bara svona venjulegur bleikur nude litur, þá er hann aðeins svona meira eðlilegur. En hann er bara virkilega flottur og það er ekki skrítið hann sé svona vinsæll. Þannig ég mæli klárlega með honum og bara öllum LA Splash litunum. Mér finnst þeim mjög góðir. Ein húðvara sem ég verð að minnast á er þetta hér. Þetta er Facial Radiance Overnight Mask frá First Aid Beauty. Þetta er svona maski sem þú setur á áður en þú ferð að sofa og þegar þú vaknar daginn eftir þá ertu bara juicy. Þá er húðin bara mega mjúk og ljómandi og ég mæli rosalega mikið með þessu. Ég elska þetta. Dásamlegt. Ég sverð það. Buy it. Eða setja á jólagjafalistan, það er náttúrulega komið jól. Byrja að skrifa á lista. Er ekki allir að skrifa allt sem ég er að segja hérna niður á lista. Ég tala lítið sem ekkert um hár. Bara því að ég veit ekkert um hár. Ég er bara með hár á höfðinu mínu og ég er bara heppin að þessi ekki búið að detta af því að ég veit ekkert hvað ég er að gera. En ég er búin að vera síðustu svona 8 mánuðina eða eitthvað svoleiðis bara eiginlega sleppa því að setja hiti á. Ég leyfi því alltaf að þókna sjálf. En ég fer síðan yfir með sléttjárni og laga hérna aðeins að framan því að það verður alltaf extra crazy. Það er reyndar orðið ógeðslegt núna en ég lofa að hárið mitt er yfirleitt alveg ágætt. Ég vil hafa það svona smá sjúskað
ég vil hafa það stórt og ég vil leyfa krullunum mínum að njóta sín svona í fyrsta skipti á ævi minni og það sem að hefur verið að hjálpa mér rosa mikið er þetta er Intense Curl Cream frá Moroccan Oil. Þetta gefur krullunum mínum næringu en hjálpar þeim líka svona að halda sínu formi og gera það er alltaf eins og ég sé ekkert með það krullu hár en ég lofa, það er rosa krullað. En það bara gerir krullunum mínar þægilegar, fallegar. Þannig ég mæli rosa mikið með þessu fyrir ykkur krullupíur. Það er bara 2 vörur eftir og það er hvorki húð, né hár, né förðunarvara. En það er fyrst úr. Þetta er Daniel Wellington úrið mitt. Mér hefur langað í Daniel Wellington úr í alveg 2-3 ár. Þannig að þegar þau höfðu samband við mig þá var ég í sprakkur gleði. Og ég er búin að vera að nota það pretty much okkur með einsta degi, ég er ekki með það núna því að ég vil ekki hafa neitt á höndunum mínum því ég er að farða. Það er bara gullfallegt. Ég fékk mér brúna með minni hérna úrinu og í svona giltu, rósgiltu og ég mæli, þú veist, þau eru æðisleg, þau eru mjög falleg, þau eru klassísk en samt svona þau eru smá cool. Ég er ótrúlega ánægð með það og ég er með afsláttarkóða sem ég mun linka fyrir neðan ef þið viljið kaupa ykkur Daniel Wellington úr. Nei, ég er ekki að fá borgað, ég fékk þetta bara og ég fáránlega ánægð. Og það síðasta er það sem að mjög margir eru búin að vera að spyrja mig út í. Það er þetta hér, Hi Smile. Þetta er tannhvítunarkit sem ég fékk að prófa. Þetta er sem sagt 6 daga kit og það virkaði bara fáránlega vel. Þetta er svona alvöru, þetta er svolítið scary. Það er svona gómur og ljós og 3 sprautur og hver sprauta virkar fyrir 2 daga. En hérna, sem sagt á 6 dögum fór ég frá því að vera með, ég held að ég er búin að týna blaðinu mínu. Þú fékk svona til að bera saman. Það eru smá guðla núna því að hérna, ég er búin að vera að drekka amino í dag, þá kemur alltaf svona sliki yfir. En ég fór alveg frá því að vera 9 og niður í 4-5, sem að mér finnst fáránlega gott út með 6 daga. Og þetta er bara 10 mínútur. Ég á annað kit, eða sem sagt fleiri sprautur, þannig ég ætla að prófa að gera þetta aftur og gá hvort það virki líka þegar það eru orðnar alveg ágætlega hvítar, þetta er svona miðlungshvít. En ég er ótrúlega ánægð með þetta og þetta virkaði betur en ég átti von á og vinkona mín var líka að prófa og þetta virkaði fáránlega vel á hana líka þannig að ég ætla ekki að gefa ykkur neitt læknisfræðilegt, þið getið lesið það sjálf á síðunni en ég er líka með afsláttarkóða fyrir þetta þannig að tjekkið á því ef ykkur langar í gott tannhvítunarkit. Ég held að það hafi ekki verið neitt annað sem ég ætlaði að tala í uppáhalds en ég var búin að lofa að svara nokkrum spurningum í þessu myndbandi þannig ég ætla bara að gera það núna. Óbúslega forvitin að vita hvaða er sem þú fær þér á pítsu. Ég fæ mér bara ost og hvítlauksolía. Sælirinn, ég á næsta eftir mér hverju eru bara svona must have bustanir að þínu mati í bustakittinu. Bara svona eins fáir en samt bara svona það sem það þarf að eiga. Og þá meina ég svona uppáhaldsbustanir skilur sem að þér finnst best. Með fyrirfram þakkir frá stelpunni sem er næst úti. Ég held ég hafi hitt hana einhvern tímann. Þeir bustar sem að mér finnst vera must. Mér finnst M504 frá Morphe sem ég var að tala mér finnst hann must. Síðan finnst mér svona MAC 217 eða E25 frá Sigma algjört must. Og síðan eiginlega bara þessi. Þetta er M509 frá Morphe. Ef þú átt þessa þá getur í rauninni gert hvað sem eins og ótrúlegt að það er. En ég nota þennan í allt, þú veist, ég nota hann í púður, ég nota hann í kinnlit, nota hann í skyggingu, ég nota hann í highlight, þú veist, ég gæti alveg lifað það. Þetta er allavega svona mínir must have, svona ég myndi bara fara að gráta ef þeir myndu týnast. Hvernig myndir þú lýsa tónlistasmekkum þínum? Og líka hvaða stjörnumerki ertu? Ég er bogamaður. Ég er stundum sportdreki en ég er samt bogamaður. Sumar stjörnuspár segja ég sé sportdreki af því ég er á deginum sem það breytist en ég er bogamaður. Og ég myndi bara lýsa tónlistasmekknum mínum sem allt. Ég hlusta á allt. Þó aðalega svona fólktónlist og gamalt rock. Eitthvað spes ljós þar þú taka upp forðanir eins og til dæmis á Snapchat eða YouTube eða eitthvað. Ég var að fá þetta ljós, þetta er frá stellarlighting.com og ég mæli með því en það þurfa náttúrulega alls ekki allir að eiga eitthvað rándýrt ljós. Ég mæli bara með því að fara upp í glugga og taka mynd, það gerði ég
Alltaf. Það geri ég ennþá. Bara vera í glugganum og láta sólina skína á sig. Ég ætla að gera 2 viðbót. Hvað gerir þú til að þrífa make-up af? Ég að fara að taka upp húðrútínu myndband, þannig að það kemur allt í ljós þar. Og ég sýni það líka reglulega inn á Snapchat. Ok, hún að sýna mynd af Facial Radiance Pads og spyrja hvort ég nota það á hverjum degi. Nei, ég nota það svona 2-3 í viku. Húðin mín þarf það ekki á hverjum einsta degi af því að það alveg ágætlega sterkar. Mér finnst nóg að nota það bara svona nokkrum sinnum í viku. Annan hvern dag eða eitthvað. En ok, þá það komið. Takk æðislega fyrir að horfa og já, munið að subscribe, likea, kommenta, fylgja mér á Instagram, fylgja mér á Facebook og endilega addi mér á Snapchat, ég langvirkust þar. Takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi.